þennan leik hérna í kvöld? Eru menn klárir í þennan slag og tilbúin að leggja sig 100% í hann eins og alla aðra leiki sem það hefur farið í hingað til? Já, mér finnst það, en svo veit maður svo sem aldrei alveg fyrir að leikurinn byrjar og hvernig þetta gengur og eins og þú segir, sko, þá eru menn kannski ekki vanir að spila fyrir fram á svona marga áhorfendur og það verður svolítið fróðlegt að sjá hvernig mínir menn standa sig í því. Og það var ekki annað að sjá heldur en að Breiðhyltingar úr liðinu væru ákveðnir í að standa sig. Upphitunin fór fram að hefðbundnum hætti og einbeiting skein úr hverju andliti og þegar komið var inn í klefa, þá tók stuðið við. Já, harðskeyttir ÍR-ingar tilbúnir í slaginn og ásamt KR-ingum gengu þeir inn á leikvöllinn og ungum drengjum og myndu áhorfendur og sjálfa sig á það að drengileg knattspyrna á að vera í fyrirrúmi í Landsímadeildinni sem og annar staðar í fótboltanum hér heima á erlendis. En leikurinn hófst fjörlega. KR-ingar áttu marga skínandi kafla og hér erum við á upphafsmínútu leiksins. Einar Þór Daníelsson kominn upp, gefur hér fyrir. Sigþór Júlíusson tekur boltann og smellir honum beint í bláhornið og skorar fyrir KR-inga. Og héldu þá margir vesturbæingar að sannkölluð markaveisla væri í vændum. Vel gert hjá þeim KR-ingum. Tónninn gefur fyrir það sem koma skildi. Heldur margir allavega. Hagnað vel, ágætlega gert hjá Sigþóri. Og Guðmundur Benediktsson upphafsmaðurinn að þessu. Fjölmargir áhorfendur í Frostaskjólinu, eitthvað á annað þúsundið, í blíðskaparveðri, reyndar nokkuð andkalt og upphófst nú allsherjar stórskotarhríðamarki ÍR-inga. Hér það Guðmundur Benediktsson, en einu sinni hann hefur átt mörg dauðafærin í leikjum fyrstu umferðana. Sigþór Júlíusson í reyðdalælega, aftur boltinn fyrir Andri Sigþórsson og hér kemur Guðmundur með skot en Ólafur Gunnarsson í marki ÍR-inga átti sannkallaðan stórleika þessu sinni. Hér er hann að verja erfitt skot, það er erfitt að taka þessa bolta sem að skoppa svona á jörðinni og KR-ingar sóttu og sóttu alveg linnulítið allan fyrir hálfleikinn. Guðmundur Benediktsson hér, aftur Andri Sigþórsson og Einar Þór Daníelsson og aftur og sjáu þið Guðmund, komið hér og enn á ný er hann í færi. Já, það er ástæða til að láta markstöngin að kenna á þessu, menn verða að fara að skora og hann ætlaði sér að skora í þessum leik og Guðmundur enn, sjáu þið hér og Sigþór og Guðmundur, laglegt og flott markvarsla hér á fín hjá Ólafi Gunnarsinni. Aftur og enn á ný er það KR-ingar. Stefán Gíslason sem átti prýðilega fyrir hálfleik var mjög ógnandi og skot í slánna og skall í slánna. Fyrst Andri og síðan Einar Þór. Svona dundu sóknirnar á marki ÍR-inga. Vel gert, mér finnst Ólafur koma þarna við boltann og skallað og aftur í slánna. Og þá má sjá örvæntingarsvipinn á áhorfendur KR-inga stuðningsmönnum þarna fyrir aftan þessum harðskeytta hópi sem þær er alltaf. Og Einar Þór, sjáðu hvernig hann fer með varnarmenn ÍR-inga, komin í gegn og Andri og Sigþór og enn er sótt og fjölmenn ÍR-vörðinn. ÍR-ingar komist ekki eitt einasta færi hér og sjáðu þið sér Sigþór og komin í dauðafæri og ángetasvipurinn eykst enn á þeim stuðningsmönnum KR-inga. Stefán vinnur hornspyrnu á síðustu sekúndu fyrir hálfleiks en staðan 1-0 fyrir KR í leikhléi. Lítið markvert gerðist á fyrstu 27 mínútunum þangað til að Bessim Aksiyandi kom inn á fyrir KR þegar 17 mínútur voru til leiksloka og skoraði annað markið. Fram að þessu í seinni hálfleik hafði ÍR-ingar staðið fyllilega upp í hárunum á KR-ingum, áttu ágætan leik, börðust vel og voru búin að jafna þennan leik. KR-ingar gáfu eftir en þá kom Bessim inn á og hann var varla búin að vera inn á í 2-3 mínútur að þá sett hann þetta mark og þessi skipting var svo sannarlega dýrmætt hjá Atla Eðvaldsinni þjálfara og staðan orðin 2-0. ÍR-ingar ekki að gefa eftir og hér fær Guðjón Þorvarðarson prýðilegt færi inn í marktegnum og þetta er rauninni fyrsta alvöru marktækifæri þeirra ÍR-inga í leiknum. Og Eiður Smári Guðjónsson kom síðan inn á 5 mínútur síðar í sinn fyrsta leik fyrir KR-inga og fékk að leika síðustu 10-15 mínúturnar í þessum leik. En ÍR-ingar voru ekki að baki dottnir, staðan ennþá 2-0 fyrir KR og sjáðu nú hér, umdeilt atvik hér í uppsiglingu þar sem að Bjarni Þorsteinsson brýtur af sér og það vildu nú margir meina það að Sævar hefði átt að fá vítaspyrnu þar sem hann er tekinn þarna niður. Sjáðu þið hér, Bjarni tekur boltann reyndar og manni líka
og þetta var mjög umdeilt atvik og voru þeir íheiningar mjög óhressir með dómgæsluna í þessu tilfelli. KR-ingar hér á loka mínútunum þegar 10 mínútur voru eftir. Andri með boltan og með skot og boltinn á leið í marki. Ólafur nær honum, þar kemur Guðmundur Benediktsson, loksins. Þá tekst honum að skora og losa spennuna og þeir föðmuðust hér sendirarnir í KR-liðinu að þessu álokni. Sjáu hvað Ólafur nær boltanum hér fallega en Guðmundur fylgir eftir hér og skallar í netið og skorar 3. mark KR-inga 10 mínútur eftir. En lítið markvert gerðist á þeim síðustu 10 mínútum og síðan var flautað til leiksloka. KR-ingar unnu sigur á nýliðunum, KR 3, ÍR 0. Og þannig fóru sjóferð